svekturinn í klefa eftir þessu úrslit? Já, það má segja það. Það er kannski líka ágætt að við séum svektir þegar við gerum jafntefli. Og það er alltaf margt að læra úr þessum leik. Við spilum frábærlega í fyrri hálfleik og kannski lettarnir leiða okkur það svolítið. En svo bara slökum við aðeins svo mikið á í seinni hálfleik. Gáum þeim of mikið færi á að sækja á okkur. Menn ekki vera að gera rétt í þessum seinni hálfleik? Ja, ég held að bara heilt yfir að við höfum verið aðeins seinni til á annan boltan til dæmis og þeir voru aðeins grimmari að ná honum. Þeir kannski voru aðeins niður að koma sér inn í svæðin og sækja á okkur og við kannski leiðum þeim að snúa oft á tíðum einum og auðveldlega með boltan. Þú svektur með sjálfa hvernig þú missir hann í öðru markinu? Ég finn svektur alltaf til að missi boltan. Það er nú langur aðdragandi í kjölfari á því en við erum nú á þeirra vallarhelming en ok, ég held að ein mistök oft leiða öðrum mistökum. Er ekki svona svolítið skrítin tilfinningin að tryggja sig inn á EM og svo í kjölfarið fylgja jafntefli við Kasakstan og jafntefli við Lettland heima sem voru fyrirfram reiknuð af mörgum sem 6 stig? Já, ég meina, er eitthvað hægt að reikna fyrirfram í þessu? Hefurðu reiknað fyrirfram með 6 stigum mútið Hollandi? Nei, ég ger ekki ráð. Þetta virkar á báða bóga. En þú sjálfur, væntanlega síðast alvöru landsleikurinn þinn á Laugardalsvelli, þú hefði væntanlega viljað kveðja betur eða ekki? Jú, ég held að við erum allir bara vilja kveðja þennan riðil hérna heima betur og með sigri. Þetta enn og aftur, ég meina, við erum náttúrulega meira þakklátir fyrir stuðningi sem við höfum fengið og ég held að bara svona heilt yfir séum við svektir náttúrulega að hafa ekki unnið bara. Engin heimsendir, menn ætla bara að gíra svo fyrir Tyrkland núna? Já, þetta er engin heimsendir. Það hafi kannski bara verið ágætis lexía fyrir okkur að það er alveg sama við hverju þú ert að spila. Ef þú slakar á í fótboltaleik þá geta svona hluti gerst.